Lærdómur 1. Hvert eigum við að fara í hádegismat? Hej Anna, hvernig ertu í dag? Hæjó, ég góður takk fyrir. Hvað með þig? Ég líka góður. Ég var að velta því fyrir mér hvort vilja fá hádegismat sama. Hefur þú einhverjar hugmyndir hvert við eigum að fara? Jú, hvað með þennan nýja hamborgarastað sem opnaði í miðbænu? Ég heyrði að þeir eru með dýrindis hamborgara og kartöflu. Það hljóma frábærlega. Ég elska hamborgara. Hvaða tími virkar best fyrir þig? Klukkan 12:30 virkar fyrir mig. Virkar það fyrir þig líka? Já, það virkar fullkomlega. Við skulum hittast þar klukkan 12:30. Fullkomi. Sjáumst þarna, já. Hlakka til þess. Ég líka Anna. Sjáumst fljótlega. Sjáumst fljótlega, já. Eigið frábæran dag. Lærdómur 2. Ég svolítið ruglaður yfir bréfi sem barst nýlega. Hej Anna, hvernig ertu í dag? Hæjó, mér gengur vel, takk fyrir. Hvað með þig? Mér gengur allt í lagi, takk fyrir. Ég fékk bréf í póstinum og ég svolítið ruglaður yfir því. Hvað snýst bréfi? Kannski get ég hjálpað þér að skilja það. Það frá bankanum og það að tala nokkra breytingar á reikningnum mínu. Ég skil það ekki mjög vel. Leyfðu mér að skoða það. Allt í lagi, það virðist eins og þeir séu að uppfæra stefnu sína og það gætu verið nokkrar breytingar á gjöldunu. Tekið þið eftir einhverjum sérstökum breytingum sem nefndar Já, þeir nefndu eitthvað ný gjöld vegna tiltekinna viðskipta og þjónustu. Ég sé. Það mögulegt að þeir séu að laga verðlagningu sín. Gefðu þeir einhverjar leiðbeiningar eða aðgerðir sem þú þarft að grípa til. Ég ekki viss. Það segir bara að hafa samband við þjónustuver þeirra ef ég hef einhverja spurninga. Í því tilfelli gæti verið góð hugmynd að hringja í þá og biðja frekari upplýsinga. Þeir ættu að geta útskýrt allt fyrir þér. Þú hefur rétt fyrir þér. Ég mun hringja í þau og sjá hvort þeir geti skýrt hlutin. Takk fyrir hjálpina, Ann. Ekkert mál, já. Ég ánægð að ég gæti hjálpa. Láttu mig vita ef þú þarft frekari aðstoð. Ég geri það, Anna. Takk aftur. Eigið frábæran dag. Þú ert velkomin, já. Þú líka. Gæti þess. Lærdómur 3. Ég áttaði mig á því að það engin matur heima. Hæ Anna, hvernig gengur þetta? Hæjó, ég góður takk. Hvað með þig? Ég líka góður. Ég gerði mér grein fyrir því að það engin matur heim. Hvað eigum við að gera í kvöldmat? Nei, það ekki gott. Við getum pantað upptöku eða farið á veitingastað í nágrenninu. Hvað viltu freka? Ég í skapi fyrir pizza. Hvernig væri að panta pizza? Hljómar ljúfeng. Við skulum skoða valmyndina á netinu og velja uppáhalds áleggið okkar. Frábær hugmynd. Ég ætla að leita að því núna. Hefur þú einhverjar óskir álegg? Ég elska sveppi og ólífu. Hvað með þig? Ég elska pepperoni og extraós.
Dattstu úr skugga að við eigum þau líka á pizzunni? Jú, við skulum sérsníða pöntunina okkar með þessum álegg. Ekki gleyma heldur að bæta við hvítlauksbrauði sem hlið. Örugglega verður hvítlauksbrauð fullkomin viðbót. Ég mun setja pöntunina á netinu. Hefur þú einhvern ákveðinn tíma í huga fyrir afhendingu? Hvað með það á 45 mínútum? Það ætti að gefa okkur nægan tíma til að setja borðið og vera tilbúin. Hljómar vel. Ég mun passa upp á að nefna ákjósanlegan afhendingartím. Þetta verður bragðgóður kvöldmatur. Ég get ekki beðið. Takk fyrir að sjá skipunina, já. Ekkert mál, Ann. Það ánægja mín. Við skulum vera tilbúin til að njóta pizzaveislu okkar. Alveg. Ég nú þegar að verða svangur. Takk aftur, já. Þú ert velkomin, Anna. Við skulum grafa inn þegar maturinn kemur. Góð appétit. Lærdómur 4. Hvernig væri að gera pissu heima í dag? Hæ, Anna. Hvað að frétta? Hæjó, ekki mikið. Ég var að hugsa hvernig væri að gera pissu heima í dag. Það frábær hugmynd. Ég hef aldrei gert pissu áður. Veistu hvernig á að gera það? Já, það í raun frekar einfalt. Við þurfum pissudeig, tómatsósu, ost og uppáhalds áleggið okkar. Allt í lagi. Hvar getum við fengið pizzadegi? Við getum annaðhvort búið til deigið frá grunni með því að nota hveiti, ger, vatn og smá salt, eða við getum keypt fyrirfram gert pissudeig í matvöruverslunin. Við skulum fara með fyrirframbúið deigið í bili. Það mun spara okkur tíma. Hvað með tómatsósun? Við getum keypt krukku af pizzasósu úr búðinni, eða við getum jafnvel nota látlaust tómatsósu og bætt við smá ítölsku kryddi og hvítlauk fyrir aukabragð. Hljómar vel. Ég mun bæta því við innkaupalistan okkar. Og hvaða tegundir af osti þurfum við? Mozzarella ostur algengasti osturinn fyrir pissu. Það bráðnar mjög vel og hefur milt bragð. Við þurfum rifinn mozzarella ost. Fekk það, og fyrir áleggið getum við nota hvaða grænmeti eða kjöt sem okkur líka. Alveg. Við getum nota sveppi, papriku, lauk, ólívur og annað grænmeti sem við njótum. Og ef þú vilt getum við bætt við smá pepperoni eða pilsu fyrir kjötálegg. Fullkomið. Ég mun sjá til þess að fá öll innihaldsefni sem við þurfum. Hversu langan tíma tekur venjulega að baka pizzan? Það fer eftir þykkt skorpunar og hitastigi ofnsins. Almennt tekur það 12–15 mínútur við 425–220. Allt í lagi, ég mun stilla ofninn á það heitasti. Ég mjög spenntur að prófa að búa til pizzu heim. Þetta verður gaman, já. Auk þess getum við sérsniðið það með uppáhalds álegginu okkar. Ég hlakka til þess líka. Takk fyrir að benda á þetta, Ann. Við skulum búa til dýrindis heimabakaðar pizzu sama. Þú ert velkomin, já. Þetta verður frábært matreiðsluævintýr. Við skulum njóta heimabakaðrar pissunar okkar. Lexía 5. Getur þú hjálpað mér að ákveða hvað ég á að klæðast í atvinnuviðtali á morgun? Anna, ég með atvinnuviðtal á morgun. Getur þú hjálpað mér að ákveða hvað ég á að klæðast?
Auðvitað, já. Það er mikilvægt að klæða sig á viðeigandi hátt fyrir atvinnuviðtal. Hvers konar starf er það? Þetta er skrifstofustarf í faglegu umhverfi. Í því tilfelli er best að fara í formlegan búning í viðskiptu. Föt og jafntefli væri góður kostur fyrir karlmenn. Allt í lagi, ég er með jakkaföt. Ætti ég að klæðast hvítri skyrtu með henni? Já, hvítur eða ljóslitaður kjólaboltur væri fullkomið. Gakktu úr skugga að það sé hreint og vel strauja. Fekk það, hvað með skón? Ætti ég að klæðast skóm? Alveg, paraðu jakkafötin þín við fágaða kjólaskó. Svartir eða brúnir leðurskór væru viðeigandi. Jæja, ég mun sjá til þess að skórinn minn sé hreinn og glansandi. Hvað með fingirluti? Hafðu það einfall. Flottur úr og íhaldsamt jafntefli geta bætt við fagmennsk. Forðastu áberandi eða truflandi fylgihlut. Góð ráð, hvað með fatnaðarkvenn? Fyrir konur henta sérsniðin föt eða knélengt pils með blúss. Veldu hlutlausa liti eins og svartur, grár eða flótan. Ættu konur að klæðast hælum? Best er að klæðast lokuðum táhælum eða flötu. Gakktu úr skugga að þeir séu þægilegir og ekki of hái. Allt í lagi, ég læt systur mína vit. Einhver ráð fyrir fingirluti fyrir konu? Lágmark skartgripir eru besti. Einfalt hálsmenn eða eyrnalokkar geta bætt við útbúnaði. Forðastu að vera með of mikið eða eitthvað of áberandi. Það er skynsamlegt. Takk fyrir hjálpina, Anna. Mér finnst ég vera undirbúnari núna. Þú ert velkomin, já. Gangi þér vel með viðtalið þitt. Að klæða sig fallega mun setja jákvæða svip. Ég þakka það, Ann. Ég mun gera mitt besta. Takk aftur. Ekkert mál, já. Láttu mig vita hvernig það gengur. Þú hefur þetta. Lexía 6, tölvan mín keyrir mjög hægt. Hei, Anna, ég hef verið í vandræðum með tölvuna mín. Það er virkilega hægt að keyra. Einhverjar hugmyndir hvað ég get gert? Hæjó, hæg tölva getur verið pirrandi. Við skulum reyna nokkra hluti til að bæta árangur þess. Hefur þú reynt að endurræsa það? Ég hef ekki prófað það ennþá. Ætti ég bara að slökkva á henni og kveikja aftur? Já, prófaðu það. Stundum getur einföld endurræsa leyst minniháttar vandamál og endurnýja kerfi. Allt í lagi, ég geri það núna. Hvað get ég prófað annað ef það er samt hægt? Annað sem þú getur gert er að athuga hvort hugbúnaðaruppfærslur séu gerða. Gamaldags hugbúnaður getur stundum valdið árangursvandamálu. Hvernig athuga ég uppfærslu? Ef þú ert að nota Windows tölvu skaltu fara í stillingar, valmyndina og leita að Update, Security valkostinu. Fyrir Mac, smelltu á Apple valmyndina og veldu hugbúnaðaruppfærsla. Ég fann það. Það er að skoða uppfærslu núna. Hvað ætti ég annað að gera? Það er líka góð hugmynd að hreinsa óþarfa skrár og forrit. Þú getur notað diskahreinsunartólið á Windows eða geymslustjórnunaraðgerðina á Mac til að losa plás. Allt í lagi, ég mun hreinsa upp tölvuna mína og losa mig við allt sem ég þarf ekki. Er eitthvað annað?
En eitt sem þú getur prófað að keyra víruskönnu. Stundum geta malware eða vírusar hægt á tölvunni þinn. Gakktu úr skugga að þú hafir vírusvarnarforrit uppsett og uppfær. Ég með vírusvarnarforrit. Ég mun keyra skönnin til að athuga hvort einhver vandamál sé. Vonandi mun það hjálpa. Takk fyrir ráðin, Ann. Þú ert velkomin, já. Ég vona að þessi skref bæti árangur tölvunar þinna. Láttu mig vita ef þú þarft frekari aðstoð. Ég þakka það, Ann. Ég læti vita hvernig það gengur. Takk aftur. Ekkert mál, já. Gangi þér vel. Ég vona að tölvan þín komist aftur í eðlilegan hraða fljótlega. Lærdómur 7. Hvernig væri að fara í gönguferði? Hei Anna, veðurspáin fyrir þennan sunnudag lítur vel út. Hvernig væri að fara í gönguferði? Hæjó, þetta hljómar eins og frábær hugmynd. Mig langar gjarnan að fara í gönguferði. Ertu með einhverja sérstaka slóð í huga? Ég var að hugsa að prófa þá slóð sem við heyrðum í síðustu vik. Það heitir Grenvalley-træ. Hefur þú heyrt það? Já, ég hef heyrt góða hluti Grenvalley-træ. Það á að vera með fallegt landslag. Á hvaða tíma eigum við að hittast? Við hittumst klukkan 9:00. Þannig getum við byrjað snemma og nýtt daginn sem mest. Það í lagi með þig? Klukkan 9:00 virkar fullkomlega fyrir mig. Ég mun pakka smá snarl og vatn í gönguferðina. Ertu með einhverja göngubúna? Ég með bakpoka og góðan gönguskó. Við ættum líka að koma með kort, sólarvörn og húfu til sólarvarna. Frábær. Ég mun sjá til þess að koma með kort, sólarvörn og húfur líka. Mikilvægt að vera öruggur og verndaður gegn sólin. Alveg, öryggi fyrst og ekki gleyma myndavélinni þinni. Við gætum rekist á ótrúlegt útsýni til að fanga. Góður punktur. Ég mun koma með myndavélina mína til að fanga fallegt landslag meðfram gönguleiðin. Þetta verður frábært tækifæri fyrir nokkrar myndir. Ég hlakka mjög mikið til þess, Ann. Þetta verður skemmtilegur og hressandi dagur í náttúrunni. Ég líka, já. Dagur í gönguferðum og njóta náttúrunnar hljómar fullkomlega. Ég get ekki beðið eftir sunnudeginu. Þetta verður eftirminnilegt ævintýri. Sjáumst á sunnudaginn, Anna. Sjáumst á sunnudaginn, já. Við skulum hafa frábæra gönguferð. Lærdómur 8. Myndin var æðisleg. Hei Anna, ég horfði bara á bjómynd í gærkvöldi og það var frábær. Hæjó, það er frábært að heyra. Hvaða mynd horfðir þú á? Ég horfði á The Avengers, það var spennandi og hafði ótrúlegar tæknibrellu. Ég hef heyrt þessa mynd. Það á að vera virkilega gott. Hvað líkaði þér mest við það? Ég elskaði spennandi bardagasetturnar og hvernig allar ofurhetjurnar unnu saman að því að bjarga heiminum. Það hljómar spennandi. Ég hef gaman af kvikmyndum með miklum hasar og teymisvinn. Var það með góðan söguþráð? Já, söguþráðurinn var grípandi og hélt mér kræktri frá upphafi til end. Það hafði óvæntar snúningar og snúninga. Það er æðislegt. Mynd með góðan söguþráð gerir hana enn skemmtilegri. Ég mun bæta því við vaktlistan minn.
Gerðu það örugglega, Ann. Ég held að þú munt virkilega njóta þess. Myndin hafi líka frábærar persónur, hver með sinn einstaka kraft. Það er frábær. Ég elska kvikmyndir með vel þróaðar persónu. Það gerir söguna áhugaverðari og viðeigandi. Ég er alveg sammála. Leikararnir unnu frábært starf við að koma persónunum til lífsins. Það var áhrifamikið. Það hljómar eins og kvikmynd sem þarf að horfa á þá. Takk fyrir tilmælin, já. Ég skal sjá til þess að athuga það. Þú ert velkomin, Anna. Ég er ánægður með að þú hafir áhug. Ég er viss að þú munt skemmta þér konunglega að horfa á það. Við skulum ræða það á eftir. Alveg, já. Ég hlakka til þess. Takk aftur fyrir að deila spennunni yfir myndinni. Ekkert mál, Anna. Að deila gleðinni af góðri mynd er alltaf skemmtileg. Njóttu þess að horfa á það. Lexía 9. Nýi bíllinn minn er virkilega hraðvirkur. Hæ, Anna, hefur þú séð nýja bílinn minn? Það er virkilega skjótt. Hæjó, það er æðisleg. Mér þætti vænt að sjá nýja bílinn þinn. Hvaða tegund og fyrirmynd er það? Þetta er sportbíll. Þetta er glænýr Mustang. Vá, Mustang. Þetta er mjög hraðvirkur bíll. Hvernig líður að keyra hann? Það er ótrúlegt, Ann. Hröðunin er fljótleg og það líður eins og hún getur farið frá 0 til 60 á neittinn tími. Það er ótrúlegt. Hraðvirkir bílar geta verið svo spennandi. Hefur þú tekið það í akstur á þjóðveginu? Já, ég hef. Það er dýr á þjóðveginum. Það ádrægir á reynslulaust fram hjá öðrum bílum. Ég get ímyndað mér spennuna að keyra svona öflugan bíl. Mundu bara að aka á öruggan hátt og fylgja hraðatakmörkunu. Öryggi er alltaf forgangsatrið. Ég skal sjá til þess að aka á ábyrgan hátt og njóta hraðans á viðeigandi stöðu. Það er frábært að heyra, já. Hraðvirkir bílar geta verið mjög skemmtilegir þegar þeir njóta á ábyrgan hátt. Ertu með einhverja uppáhalds eiginleika í nýja bílnum þínu? Það eru svo margir flottir eiginleikar, en ég elska virkilega sportlega hönnunina og öfluga vélarhljóði. Það er vissulega höfuðsnúningu. Ég get ímyndað mér. Stílhreinn og öflugur bíll getur gefið yfirlýsingu á veginu. Til hamingju með nýja bílinn þinn, já. Þakka þér, Ann. Ég er virkilega ánægður með það. Ef þið viljið þá get ég farið með ykkur í bíltúr einhvern tíman. Þetta er spennandi upplifun. Það væri spennandi, já. Ég vil gjarnan upplifa hraða og kraft nýja bílsins þín. Við skulum skipuleggja ferð fljótleg. Hljómar eins og áætlun, Anna. Við munum fá spennandi tím. Takk fyrir áhugan. Ekkert mál, já. Það er alltaf frábært að taka þátt í spennu einhver. Njóttu hraðvirka nýja bílsins þíns. Lexía 10. Veðrið er fullkomið fyrir lautaferð. Hæ, Anna, hefurðu tekið eftir því hversu gott veður er í dag? Það er fullkomið fyrir lautarferð. Hæjó, já, ég er sammála. Veðrið er svo gott. Lautarferð hljómar eins og dásamleg hugmynd. Hvert eigum við að fara? Hvað með garðinn nálægt vatninu?
Það með falleg græn svæði og yndislegt útsýni. Þetta hljómar yndislega, já. Ég hef gaman af því að vera nálægt vatninu. Á hvaða tíma eigum við að hittast? Við skulum hittast á hádegi, þannig getum við haft hæfara lautarferð og notið sólríka veður. Hádegisdagur virkar fyrir mig. Eigum við að koma með okkar eigin mat eða getum við gripið eitthvað á leiðin? Við skulum hver og einn koma með fat eða tvo í lautarferðin. Það verður eins og potluck, þar sem allir leggja eitthvað af mörgum. Það frábær hugmynd. Ég mun koma með samlokur og ávaxtasala. Hvað viltu koma með? Ég mun koma með grillaðan kjúkling og heimabakað pastasala. Það verður ljúffengt. Jam, ég get ekki beðið eftir að prófa pastasalatið þitt. Já, það hljómar ljúffengt. Ættum við að koma með einhverja leiki eða athafni? Örugglega, ég mun koma með frisbee og fótbolta. Við getum spila nokkra útileiki á meðan við njótum matsins okkar. Það hljómar eins og mjög skemmtileg. Ég mun koma með spilastokk líka. Við getum spilað kortaleik ef við viljum slaka á eftir að hafa borða. Fullkomi, við munum hafa fullt af möguleikum til skemmtuna. Þetta verður frábær lautarferð ann. Ég hlakka mjög mikið til þess, já. Góður matur, góður félagsskapur og fallegur dagur. Það verður fullkomi. Það verður örugglega Anna. Ég mun koma með sæng til að setja á, ekki gleyma að koma með húfu og sólarvörn til sólarvarna. Góð áminning, já. Öryggi fyrst. Ég mun passa upp á að koma með sólarvörn. Sjáumst á hádegi í lautaferð okkar. Sjáumst á hádegi, Anna. Við skulum hafa frábæra lautarferð og njóta frábæra veður. Lexía 11, hefur þú kynnst nýja kollega okkar? Hei Anna, hefur þú kynnst nýja kollega okkar? Hann virkilega góður. Hæjó, já, ég hef fengið tækifæri til að hitta hann. Ég sammála því að hann virðist mjög vingjarnlegu. Hvað heitir hann? Hann heitir Math. Hann gekk til liðs við liðið í síðustu vik. Hann hefur verið mjög hjálpsamur og velkominn. Það frábært að heyra. Það alltaf gaman að eiga vinalega samstarfsmenn. Hvað líkar þér mest við hann? Ég þakka hversu aðgengilegur og stuðningsríkur hann Alltaf þegar ég hef spurningu hann alltaf tilbúinn að hjálpa. Það yndislegt. Að hafa einhvert sem tilbúinn að aðstoða gerir vinnumhverfið skemmtilegur. Veistu hvert hlutverk hans Já, hann hugbúnaðarverkfræðingur, alveg eins og við. Hann hefur mikla þekkingu og reynslu á þessu svið. Það frábært. Það verður frábært að læra af honum og skiptast á hugmyndu. Hefur hann minnst á áhugamál eða áhugamál? Já, hann nefndi að hann hefur gaman af því að spila á gítar og ganga. Hann virðist vera með góðan persónuleik. Það áhugavert. Kannski getum við skipulagt gönguferð saman einhver tíma. Það gaman að hafa deilt áhugamálum með samstarfsmönnum. Þetta frábær hugmynd, Anna. Ég viss að hann mun meta það. Það líka gaman að tengjast samstarfsmönnum utan vinnu. Alveg, já. Að byggja upp góð tengsl við vinnufélaga skapar jákvætt vinnumhverf. Ég ánægður með að við eigum svona góðan nýjan samstarfsmann. Ég líka, Anna.
Að hafa stuðningsríkt og vinalegt lið gerir vinnuna skemmtileg. Við skulum láta hann líða velkominn og meðtalinn. Örugglega, já. Við skulum leggja okkur fram að kynnast honum betur og láta hann líða eins og hluti af okkar lið. Lexía 12, fannst þér prófið erfitt? Hei Anna, fannst þér prófið erfitt? Hæjó, já, ég hélt að prófið væri mjög krefjandi. Hvað með þig? Ég sammála því að þetta var erfitt. Ég þurfti virkilega að hugsa í gegnum spurningarnar og rifja upp upplýsingarna. Já, spurningarnar krefðust mikillar gagnrýninnar hugsuna. Ég vona að við gerðum vel. Ég vona það líka. Ég lærði mikið en nokkra spurningar náðu mér óvart. Ekki hafa áhyggjur, já. Við gerðum okkar best. Stundum geta prófin verið erfiðar, jafnvel þótt við undirbúumst vel. Það satt, Anna. Það mikilvægt að vera jákvæður og læra af reynslunni óháð niðurstöðunni. Alveg, já. Við getum notað þetta sem tækifæri til að bera kennsl á svæði, þar sem við getum bætt okkur fyrir framtíðapróf. Þú hefur rétt fyrir þér, Ann. Að hugsa frammistöðu okkar mun hjálpa okkur að vatsa og gera betur næst. Við skulum styðja hvert annað og halda höfðinu upp. Við munum komast í gegnum þetta krefjandi próf sama. Ég þakka hvatningu þína, Ann. Við búum til frábært lið. Við munum sigrast á þessari hindrun. Örugglega, já. Við erum fær og segjanleg. Við skoppum sterkari tilbaka. Gangi þér vel með restina af prófunum þínum lík. Þakka þér, Ann. Gangi þér vel líka. Við skulum halda einbeitingu og halda áfram að halda áfram. Alveg, já. Við höfum þetta. Lexía 13, tókst þú eftir því að loftkælirinn virkar ekki? Hæ Anna, tókst þú eftir því að loftkælirinn virkar ekki? Hæjó, já, ég áttaði mig á því líka. Það að verða nokkuð heitt hérna inn. Veistu hvað gæti verið rang? Ég ekki viss, Anna. Það gæti verið vandamál með aflgjafann eða kannski bilun í loftkælingunni sjálfri. Við ættum líklega að upplýsa viðhaldsdeildina það. Þeir geta skoðað og lagað það. Þetta góð hugmynd, Ann. Ég mun hringja strax í þau og láta vita máli. Þakka þér, já. Vonandi geta þeir komið og lagað það fljótleg. Það verður óþægilegt án loftkælingarinnar. Alveg, Anna. Ég mun útskýra ástandið og biðja þá að forgangsraða viðgerðinni. Við þurfum flott og þægilegt umhverfi. Ég þakka hjálpina, já. Vonandi geta þeir lagað þetta fljótt. Í millitíðinni getum við kannski opnað nokkra glugga til að hleypa inn fersku loft. Þetta góð tillaga, Anna. Að opna gluggana mun að minnsta kosti veita smá loftrestingu, þar til loftkælirinn fastu. Það ekki tilvalið, en það betra en ekkert. Við skulum vonast eftir skjótri lausn á vandamálin. Ég sammála, Anna. Ég skal passa upp á að uppfæra þig leið og ég heyri tilbaka frá viðhaldsdeildinni. Þakka þér, já. Ég þakka skjótum aðgerðum þínu. Við skulum vonast eftir flottum og þægilegum vinnustað fljótleg. Þú velkomin, Anna. Við skulum vera jákvæð og finna leiðir til að vera vel í millitíðinni.
Lexía 14. Veistu hvernig á að komast í miðbæinn með rút? Hæ Anna, veistu hvernig á að komast í miðbæinn með rút? Hæjó, já, ég get hjálpað þér með það. Hvaða hluta miðbæjar ertu að reyna að ná? Ég þarf að fara á miðtorgi. Geturðu sagt mér hvaða rútu ég ætti að taka? Jú, þú getur tekið strætó númer 15. Það fer beint á miðtorgi. Það frábær. Veistu hvar strætóstöðin staðsett? Já, það aðeins nokkrar blokkir frá héðan. Gakktu beint niður þessa götu og þú munt sjá strætóstoppistöðina til hægri. Allt í lagi, fékkst það. Einhver sérstök áætlun fyrir rútuna? Rútur ganga venjulega á 15 mínútna fresti á daginn, en það alltaf góð hugmynd að athuga áætlun strætó til að vera viss. Ég mun hafa það í hug. Hversu langan tíma tekur rútuferðin venjuleg? Ferðin að miðtorginu tekur 20 mínútur, allt eftir umferð. Það ekki of slæm. Ég mun sjá til þess að gera nokkra breytingar á fargjaldinu í strætisvagni. Já, þú þarft nákvæma breytingu á fargjaldinu. Það betra að hafa litla seðla eða mynt tilbúin. Takk fyrir leiðsögnina, Ann. Ég þakka hjálp þína við strætóleiðin. Ekkert mál, Ég fús til að aðstoða. Ef þú hefur einhverjar fleiri spurningar skaltu ekki hika við að spyrja. Ætla að gera það, Anna. Takk aftur fyrir upplýsingarna. Ég að fara í strætó núna. Þú velkomin, Eiga örugga og skemmtilega ferð í miðbæinn. Lexía 15. Það frábært að við fáum launahækkun. Hæ Anna, heyrðirðu launalögunin? Það frábærar fréttir. Hæjó, já, ég heyrði það. Það frábært að við fáum launahækku. Hversu mikið aðlögunni? Það 10 hækkun allt. Það veruleg hækkun fyrir okkur öll. Það yndislegt. 10 hækkun mun örugglega hafa jákvæð áhrif á fjármál okkar. Alveg, Anna. Það verðskuldaður viðurkenning fyrir mikla vinnu okkar og vígslu. Ég get ekki verið meira sammála, Það gott að vera þakkað og verðlaunað fyrir viðleitni okkar. Það líka hvetjandi. Launalögunin mun hvetja okkur til að halda áfram að gefa okkar best. Örugglega, Þegar okkur finnst vera metin eykur það starfsanda okkar og hvatningu til að standa sig enn betur. Ég virkilega þakklát fyrir þessa launalögu. Það mun hjálpa mér að ná fjárhagslegum markmiðum mínu. Eins og hér, Það skref fram á við í átt að fjármálastöðuleika og betri framtíð. Við skulum nýta þetta tækifæri sem best og halda áfram að skara fram úr í starfi okkar. Alveg, Mikil vinna borgar sig og þessi launaalögun sönnun þess. Það svo sannarlega, Anna. Ég spenntur fyrir því sem framtíðin hefur í för með sér. Við skulum halda áfram góðu verkinu. Samþykkt, Saman munum við ná enn meiri árangri. Hlaup til launaalöguna. Sjóning, Anna. Hér til bjartari og velmegandi framtíð fyrir okkur öll.